Já, hann kominn hingað að rauðaborðinu, verkefnistjórinn og blaðamaðurinn Atli Þór Fandal, vertu velkominn. Hæ, takk fyrir. Hann og dálítið langt síðan þú hefur sest hér hjá mér. Já. Þú varst ein heimildaminna í bókum Spillingu sem ég skrifaði og þá varstu yfir Transparency Iceland og ég baði að koma í dag vegna þess að ég ræk augun í skrifðín sem tengjast peningum og utanfrá upplýsingaóreiðu. Bara svo ég biðji þig aðeins í upphafi að lýsa því hvaða öfl þú ert að tala í þeim efnum og hverjir eru að opna hliðin hér innanlands. Já, ég var náttúrulega bara að tala hvað var það fyrir 2 vikum eða viku sem að heimildin var með umfjöllunum tengsl miðflokksins við makarheiminguna. Já, og tengsl bara miðflokksins við svona erlend fé og var í raun og veru bara að furða mig á því hvað þetta sko vekur litla athygli. Heimildin hefur fjallað talsvert þetta og þetta talsvert stór frétt vegna þess að það ekki þannig á Ísland. Ég meina Ísland bara eins og önnur lönd eru með lög sem að eiga að einhver leyti að koma í veg fyrir að það sem kallað svona foreign agent, það sem verið að erlend fé og þá sérstaklega svona erlend skuggafé sé að flæða inn í stjórnmálaflokkana og það bara mjög einfaldlega þjóðaröryggismál sko. Það hluti að því að verja lýðræðið þannig að það svona vekur bara athygli að sko Dagur B tekur þetta upp á þingi og það gjörsamlega sko þú veist þau bara nánast fróðufella hneykslan sko yfir því hversu ómerkilegt sé að tala þetta svona bara eins og miðflokkurinn gerir alltaf. Miðflokkurinn bara þannig hreyfing að þú veist þau bara hafa þannig að þau hafi bara ekki getu til að ræða neitt á face value. Þau eru bara miskilin, þau eru bara hrædd, það eru bara allir einhvern veginn á móti þeim og bara kerfið og þú veist þetta alltaf bara eitthvað svona rugl. En það bara mjög alvarlegt ef að þessir sko stóru þessir miklu peningar sem á bak við það að ýta undir svona öfgahægri hyggju eru farnir að flæða til Íslands. Sko við erum að fara í kosningu það hvort að halda áfram með aðildar svona Evrópusambandinu. Það svona nánast eins og að mála á sig skotmark fyrir þá sem vilja valda upplýsingaóreiðu. Það líka stríð í Úkraínu og það er þjóðamorð í Palestínu og nú Íran stríð. Þetta eru bara þannig aðstæður að upplýsingaóreiðan verður mjög mikil. Ofan á það leggst svo að við vitum það alveg að svona hægrisins, svona þjóðernis í Evrópu og Bandaríkjunum og reyndar víða annars staðar ekki svo tilviljun sem látið af heldur eru stórkostlegir peningar á bakvið þetta. Steve Bannon stofnaði eitthvað $500 million sjóð á sín tíma til að hafa áhrif á bandarísk stjórnmál. Þú ert með Elon Musk sem að fjármagna sko öfgarhreyfingar, þú ert með reformflokkin í Bretlandi. Það vitað að Rússar stunda alveg stórkostlegan sko, eða sem sagt upplýsingaóreiðan sem Rússar stunda í stríðstilgangi að grafa undan sko þeim hugmyndum að til séu staðreyndir, ekki, þeim alveg sama hvort þeir sannfæraði það að vera með Rússlandi eða ekki. Þú veist, við vitum það að til dæmis þessi útlendinga andúð og sérstaklega andúðin á hælisleitendum og þá sérstaklega fólki frá Miðausturlöndum er að miklu leyti bara svona botta herferð. Þannig að þú veist, það ekkert eitthvað svona smá mál ef það kemur upp grunur það eða bara eða komið bara gögn sem að og ég meina heimildin sýnir bara tiltölulega vel fram á þetta að það sé sem sagt erlend fé og erlendar öfgarhreyfingar að reyna að hafa einhvern veginn að infiltrera Íslands stjórnmál og það segir bara allt sem segja þarf til að byrja með sko miðflokkin að þau láti bara eins og þetta skipti engum máli, það sé bara ómerkilegt að tala um þetta. Þau eiga auðvitað bara að leggja þetta á borðið og lúta því að þetta ekki eðlilegt. En það segir líka svo ótrúlega mikið að sko að þú veist svona mál koma alveg ítrekað upp á Íslandi
og viðbröðin alltaf bara einhvern veginn sko að, þú veist, fólk talar eitthvað um þetta á Facebook og svo eitthvað svona frétt á RÚV sko leikinn, þú veist, eitthvað rifrildi á þinginu. Sko stjórnmál snúast eitthvað og þau eru ekki bara þú veist, þau eru ekki bara hann sagði og hún sagði og eitthvað svona leikur í því hver vinnur sko argumenti, það er raunverulega verið að sko, þetta er raunverulega snýst það að stýra með miklum hagsmunum, þú veist, miklu fé, miklum hagsmunum, mótun samfélagsins, þannig að ég bara furða mig á því sko, einhvern veginn að mér veist Dagur standa bara nánast svolítið einn í þessu í stjórnmálunum. Það vekur athygli. Ég furða mig á því að, þú veist, einhvern veginn umfjöllun annarra fjölmiðla sé bara, bara eitthvað, þú veist, nýjasta Facebook-fæslan frá Sigríði Andersen og, þú veist, og að þú veist, hvar er rannsóknin? Hvað segir Sigríður Andersen í nýjustu Facebook-fæslunum? Hún náttúrulega sko með sko doktorskráði í gaslýsingum og Sigríður Andersen, sko, hún gaslýsir allt, þannig hún auðvitað bara að tala um það hvað sem mikilvægt fyrir þau að vera í góðum samskiptum og þetta sé nú eitthvað búið að vera að gera þetta tortryggilegt og bla bla, þú veist, það er ekki neitt, þetta er náttúrulega einhver fermetir af texta sko sem að segir ekki neitt, bara eins og henni einni er lagið. Góð samskipti við stórhættulegu öfl á þínum mati? Ég meni, þetta snýst ekki bara um hvort það séu stórhættulega öfl, þetta snýst um það að sko það verður aldrei neinn sko almennleg pólitík á Íslandi nema menn viðurkenni að það sé einhverja leikreglur og það sé hlutverk sko allra að virða þær og það er þannig að það er ekki heimilt að taka við erlendu fé, sérstaklega þá ekki bara í einhverjum sko einhverju leynimakki. Og það er líka þannig að það eru lög fjármál stjórnmálaflokka. Þú veist, og þau lög eru sett til þess að sé á hreinu hvaðan peningarnir koma. Það er auðvitað ekki þannig að stjórnmálaflokka megi aldrei fara og hitta neitt erlendis, það er ekki þannig að þau megi ekki taka þátt í alþjóðastarfi, þú veist, það er ekki það sem er að ræða núna. En sko, þú veist, það er bara margt sem bendir til þess að Miðflokkurinn sé að þiggja ráð sem er auðvitað í lagi frá makarhefingunni, þeir eru sömu og er að reyna, sko, er að destabilisa hreinlega, sko, bara the world order, sko, þú veist, og það er ekki þetta bara láta eins og það skipti engum máli eins og það sé ekki líka hlutar stjórnmálaflokka inn í þessu kerfi og auðvitað bara, bara kerfi sem sjálft að sko viðurkenna að það sé einhverja leikreglur. Og ef það kemur svo í ljós að þetta er bara allt í lagi, þá bara, þú veist, er það mín reynsla að það sé ekkit stórkostlegt mál að heimildin myndi birta leiðréttingu, en þú veist að adressa allt eins og þetta sé bara eitthvað ómerkilegheit og prump og árásir og eitthvað svona, veist, þetta er bara barnaskapur og sko skýtt með það þó að Miðflokkurinn sem er eitthvað sko ómálefnilegasta og bara heimskulegasta hreyfing sem til hefur orðið og byggir einhvern veginn fyrst og fremst á því bara að Sigmundur Davíð er alltaf bara, þú veist, ræður ekki við að reguleita tilfinningar sínar, þannig að hann er búin að búa til eitthvað kerfi þar sem að allir eru bara mótunum, en að aðrir flokkar taki þátt í að láta eins og þetta skipta engum máli er bara gjörsamlega fyrir neðan allar hellur, reyndar með þeim fyrirvara að þetta kom að sjálfsögðu ljós að Sjálfstæðisflokkurinn var líka þessu. Mér dettur í hug ummæli Vals Gunnarssonar sagnfræðings og rithöfundar bara í gær við Rauðaborðið þar sem hann sagði einu mestu ógnina núna að í staðis að það ætti sér stað gliðnun á milli ríkja þá væri líka gliðnunin innanfrá í ríkjunum og maður getur velt fyrir sér Íslandi í þessu samhengi hvort er það sko að þínu mati markmið maka og afla sem vinna með þeim hætti sem þú hefur lýst að skapa sundrungu innan frá í ríkjum og hafa jafnvel áhrif á kosningar og niðurstöður. Sko maka er náttúrulega svona eitthvað samheiti yfir bara þetta Make America Great lið og sko ég er ekkit viss að það sé alveg hægt að tala þessa hreyfingu í heild sinni sem sko endilega mjög svona struktúra hreyfingu með skýr markmið. Þetta eru gremjustjórnmál þannig að sem sagt hanskinn passar algjörlega við Miðflokkinn. Miðflokkurinn er ekkit annað en stjórnmála hreyfing fólk sem hefur gremju yfir öllu.
en en þú veist, það alveg á hreinu bara á yfirlýsingum þeirra sem eru svona í efsta laginu þarna, að það markmiðið að destabilisa sko evrópska módelið, það markmiðið að vera anti-woke, það markmiðið að koma svona öfgahægri mönnum til valda, það markmiðið að svona rúlla tilbaka alþjóðavæðingunni í einhverju formi sem þeir sjá hana í, en samt sem áður og það markmiðið að svona svolítið að dominera í viðskiptasamböndum en ekki vinna sem jafningjar. Já. Ég meina, þetta eru bara yfirlýsingar sem koma frá þeim sem að skipta raunverulega sem eru í efsta laginu þarna. Svo ertu með Project 2025 sem að bara útlistar mjög vel hvað stendur til að gera og margt sem hefur verið fært í verk þar. Já, og við vitum en maka náttúrulega svona einhver flóknari hreyfing bara alls konar fólks sko. En við vitum að stjórnvöld í Bandaríkjunum núna og leiðandi peningaöfl þau myndu gjarnan vilja að Íslendingar segðu nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Já. Það bara þannig. Það þannig og það svona skiptir svo allir máli að sko, ég meina nú erum við að fara í þetta tímabil sem verður þjóðaratkvæðagreiðsla og það skiptir þá svo allir máli að að menn sko virði leikreglunar og átti sig á ykkur hættanir. Þú veist, það alltaf verið að tala um að núna að við verðum að fara að taka okkur aðeins saman í andlitinu í þjóðaröryggismálum og ég veit að því nú yfirleitt mætt með sko ykkur svona fróðu það við séum hlutlaust og herlaust land sem náttúrulega auðvitað ekki rétt. Þú veist, við erum hvorki hlutlaust né herlaust, við erum land sem við tekið þátt í stríðsátökum, við erum hluta NATO, það rekin þú veist, það hernaðar starfsemi sem bara sett inn í sko civilian stofnanir en það að verja okkar lýðræðiskerfi, þú veist, verja fjölmiðluna verja frjálsa umræðu og að tryggja það að menn séu ekki sko foreign agent. Það bara lykilatriði. Vegna þess að sko hugmyndir manna það að Ísland verði einhvern tímann fyrir einhverju hernaðartöku bara með hermönnum, það bara byggja á mjög sko slæmri ökonomíu. Það bara miklu ódýrara að kaupa stjórnmálaflokk ef það ekki mál og enginn gerir neitt í því. Já. Það bara miklu ódýrara að reka bara einhvern fjölmiðil sem bara þvælir í öllu. Það miklu ódýrara að kaupa, þú veist, þannig að sko það ekkert ástæðulausu að mjög mörg lönd sem að eru sterk í sínum varnarmálum reka líka sko einhverja svona upplýsingavarnar stofnanir. Það miklu meiri þjóðaröryggis áhætta á Íslandi að það sé bara kift undan okkar sko heilbrigðri umræðu og traust á kerfinu heldur en að þú veist, hér mæti bara einhverjar herþotur og taka okkur yfir, þú veist, ég meina það bara, þú veist, akkur þetta að gera það? Til hvers? Þú getur bara stjórna fyrir klink. Þetta í þínum huga lögreglumál? Ætti lögreglan á Íslandi að aðhafast? Það náttúrulega ríkisendurskoðun sem á að fara yfir fjármál stjórnmálflokkana og gerir það að einhverju leyti en það sko þessu var nú eitthvað breytt en það var þannig að ríkissaksóknari fór með það að rannsaka pólitíska spillingu. Svo held ég þetta sé núna komið til héraðssaksóknara en ég meina frumkvæðis rannsókn hvort þetta lögreglumál já sko ef það er þannig að enginn lítur á það sem svo að hann beri ábyrgð á því að skoða hvort að þessar reglur sem eru bara mjög mikilvæg reglur séu brotnar. Þá auðvitað afsannar það ekki kjánaskap íslenskra stjórnmála og íslensk stjórnkerfis vegna þess að þetta kom nú meðalans bara fram í rannsóknarskýrslunni að þetta væri hluti af vandanum að menn segðu bara þetta ekki á mínu borði og þarlendi bara ekkert gert. En að sjálfsögðu það ekki þannig. Sko, ég meina,
ef við förum aðeins yfir sögu fjármála íslenskra stjórnmálaflokka á sinn tíma skrifaði ég grein eða fréttaskýringu það hvers vegna lögunum hefði verið breytt þarna rétt fyrir hrun þannig að það var settur svona ákveðin rammi utan fjármögnun stjórnmálaflokka áður hafði bara verið kerfi sem var bara free for all það var bara, þú veist, ekkert og ég man ekki nákvæmlega töluna sko, en mér minnir að við höfum fundið þegar vorum að fara yfir gögn á einhverju sko áratímabili 500 milljónir sem hefur verið lagðar inn í Íslands stjórnmálakerfi en það var ekki að rekja upprunan það var kerfi sem var áður þannig að nú farið svo farið að gera þessar breytingar á kerfinu og úr var þetta að stjórnmálaflokkar fá framlag frá þinginu en auðvitað gefa eftir getu til fjármögnunar það ekki þannig að stjórnmálaflokkar geti bara tekið við fé frá hverjum sem og enn síður geti falið þannig að það þaðan sem við vorum að koma á kerfi sem var bara sko þú veist, bara eitthvað svona svart hagkerfi stjórnmála elitunar og ég vissum að enginn þeirra var tilbúin að sjá það sem slíkt að því að þú veist, þau náttúrulega eru alltaf snillingar í því að láta eins og þetta skipta engu máli yfir í kerfi sem að reynir að dokumentera þetta betur og setur ákveðna kvaðir og þar svo koma ítrekkað upp mál þar sem að sko reynir svolítið á mörkin og viðbröðin eru engin þegar viðbröð kerfisins við því að reglurnar séu brotnar eru ítrekkað þær að gera ekki neitt þá að sjálfsögðu þýðir ekkert að tala eins og þú veist allir allt samfélagi sé bara klikkaði að því að það sé að rífast á Facebook það þá bara leiðin ef enginn gerir neitt þannig að þú veist viðbröðin við þessu verða auðvitað að vera mjög skýr ef að enga reglur ná utan það að menn sé að kaupa sér þú veist, meðal annars líka ráðgjöf erlendis til þess að komast í samskipti við þessa aðila þá það til dæmis eitthvað sem þarf bara að skoða og það bara þannig að sé alveg á hreinu við erum núna að fara inn í umhverfi sem að aðrir munu hafa skoðanir á og það gengur ekki fyrir íslenskt lýðræði ef að það bara þannig að ég flæði bara áróðs fyrir erlendis frá og það sé bara látið eins og það skipti engu máli í einhverju sem á að vera atkvæðagreiðsla þar sem á að vera að spyrja almenning ég meina það til minni dæmi hérna á Íslandi atkvæðagreiðslur sem að svona hefur verið gert og hafði bara sko engar afleiðingar og það til dæmis það að þegar það var verið að kjósa miðbæinn á Selfossi nýja miðbæinn þá var svona almenn íbúakosning þá fer Samherji eða fara uppbyggingaraðilarnir og kaupa eitthvað fræðslu þátt þú veist, sem bara eitthvað algjör áræðastáttur borga fyrir hann og sína og stunda alveg massífa herferð fyrir sínum hagsmunum svo þetta sko, fjölmiðlanefnd tekur þetta fyrir og það raunur aðalega fjölmiðlanefnd sko, sem tekur fyrir þennan þátt sem var keyptur og birtist sem eitthvað skonar sko, fræðslu þáttur en var í raunur bara auglýsinga þáttur og þá kemur í ljós að þeir höfðu bara verið bara höfðu verið sko að miklu fjárhagslegu afli hafa áhrif á þessa kosningu en afleiðingarnar eru engar það líka vegna þess að það þjónar hagsmunum aðila sem að eins og þessa hvort sem það eru þeir sem vilja þú veist, hafa áhrif á kosningar eitthvað þá þjónar það líka hagsmunum þeirra að það sé ekki traust á kosningunni það skiptir engu máli þú veist hvort að skiptir engu máli fyrir þá hvort að þú ert endilega sammálaði með ert tilbúin að grafa undan leikreglunum það kemur út á það sama, þeir fá bara að gera það sem þeim sýnist og það það sem þetta snýst og ég bara eins og ég segi, ég bara hálf gáttaður á því einhvern veginn að dagur standi bara einn í því, þú veist ég meina, þetta bara risavaxið mál í þjóðaröryggis umræðu í dag spilling sem þjóðaröryggis á þetta af því að þú getur destabilizað þessa heilu hagkerfin með þessu niðurbrot á getu til sko að veita upplýsingar sem eru réttar og það ekki hægt að segja bara já, þú verður bara, þú veist, einstaklingurinn verður bara að fara að læra að hugsa gagnrýni vegna þess að það bara þannig að ef það flæðir yfir mann svona rugl þá auðvitað að lokum nærmar ekki utan það þegar fólk líka að reyna að sinna lífinu sinu sko. Já.
mjög hugveikjandi að hérna heyra í þeir í tengslu við þessu mál. Vandinn líka sá að sko það ekki bara að Sigmundur Davíð hafi í rauninni vikið sér undan spurningu þetta þarna einhverjum rúfþætti og viðbröðin séu svona ofsafengin móðgun ef einhver þingmaður ætlar að taka þetta upp og 60 mínútna umræða fundarstjóra og það hneyksluninn og það en annar vandi sá til dæmis að miðflokkurinn situr rosalega mikið hjá hér á þessari stöð, við erum að reyna að sprikla eitthvað, reyna að gæta lýðræðis, reyna að hamla gegn bjögun lýðræðis með peninga og áróðursvaldi, en sko þau koma aldrei hingað. Sigmundur Davíð einn af þeim stjórnmálamönnum sem kemur aldrei hingað. Það hefði ekki títt fyrir mig að biðja hann að koma hér og ræða þetta með okkur tveimur. Enda fjölmiðlar búnir að sinna sínu. Nú tekur kerfið við. En sko þetta líka annar vandi að þetta svona verða þessi gamli heimur þar sem að stjórnmálamaðurinn þurfti að standa einhvers konar skil á svara fréttum og allt það. Að þetta svona núna fara menn bara í sitt uppáhalds podcast og þetta ekki til að hjálpa til sko. Nei, ég meina það er auðvitað svo sko kannski annað hvernig komið fyrir fjölmiðlum á Íslandi. Ég meina þeir eru eiga við vanda sem að fjölmiðlar reyndar út allan heim að eiga við. Það svona bara svona tvístrun á fjölmiðlaumhverfinu. Hlaðvörpin eru auðvitað sko svona líklega uppáhaldstól svona nýfasista sko, því að þú veist, þetta bara hlaðborð af rugli sem hún getur valið úr og þú veist, það engin það náttúrulega meiri fjölbreytileiki en þú veist, á sama tíma þú veist, engin svona kannski staðallum vinnureglur, þetta svona performative blaðamennska sem að leggur sig fram við að líta út eins og blaðamennska en það ekki. Og fyrir utan það að þetta líka yfirleitt sko skoðanaskipti en ekki raunveruleg fréttamennska, en skoðanaskipti getur þetta verið góð og þau geta líka verið bara rugl sko. Í tengslum við þetta allir, þetta alltaf hryllingsfréttir sem við erum að fá til dæmis frá Bandaríkjunum, að stjórnarformaður fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna sennilega leppur Trumps í því sé að hóta að svipta fjölmiðla leyfum bara. Þú veist, bandarískt dagblað birtir þarna fréttum að Íranar hafi gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádi-Arabíu og Trump-liðarnir segja bara við viljum ekki svona fréttir, þeir lýsa óánægju með það sem verða að fjalla veruleikann, sannleikann eins og hann og í þessum samhengi höfum við valur, við rætum meðal annars í gær upptakt hryllingsins í seinni heimsstyrjöldinni og hvernig áróðursmaskína eftir að bannað í rauninni var að fjalla ákveðna hluti í Þriðaríkinu, hvernig hún var sett af stað. Ég meina sko það nú alveg merkilegt með Bandaríkin sko, að Bandaríkjumenn sjá sig sem sko einhvern helsta útvörð lýðræðisins og besta samfélagi í heimi til að verjast svona yfirtöku fasismann sko, en ég held að við getum nú allir verið sammála það að það sé eitthvað svona frekar uppsprengt sjálfsmynd sem að ekki eigi sér neina stóður í raunveruleikanum. Ég meina sko þó að fasistar sé í dag komnir á TikTok og með eitthvað svona Instagram aesthetic, þá eru þeir samt fasistar sko. Og það auðvitað ekki þannig að hlutir gerist, þetta ekki þannig sko að þú veist, þetta svolítið eins og að vera froskurinn í pottinu sem að sjóða hægt sko, að en þó alveg merkilegt með með þetta í Bandaríkjunum hvað þetta hefur gerst hratt eftir þetta gerist. Það auðvitað búið að undirbyggja þessa heimsmynd mjög mikið og mjög hratt, sem til dæmis mjög merkilegt sko, að því að það hefur verið svolítið mikil umræðu Epstein-skjölin sko, það sem merkilegt að sjá þar bara þetta trend sko, að þú sér bara að sko, einna stóri lærdómurunum í því sem þar kemur fram bara hvað svona mikið misskipting stór hættuleg, vegna þess að bara þegar fólk
hefur svona ofboðslega mikla peninga og svona ofboðslega mikið völd, þú veist, þá bara eru engar hömlur á þeim og það er bara eins og annað fólk missi bara algjörlega virðið sitt, þú veist, það bara þeim bara gæti ekki verið meira sama og í þeim skjölum kemur þetta fram þú veist, ansi margt merkilegt hvernig þeir hafa verið að skipta sér af stjórnmálum og íta undir svona hugmyndir en ég meina hvað er líkt með Trump og nazistanum, ég meina það er til dæmis eins að ríka fólkið í Þýskalandi það fjármagnaði að hluta til nazistana og ætlaði að nota þá leita á það sem eitthvað svona vitlingsinga en ætlaði að nota þá svona bara fyrir sína hagsmuni verja sitt fé, það er eins það fyrsta sem að nazistarnir gerði var að ráðast á transfólk af því að það er alltaf þannig það er bara, þú veist, og það er ekki sko metafórist þannig að svona öfgahreyfingar ráðist á transfólk fyrst það er bara sögulega þannig það er bara alltaf það fyrsta sem þau gera og svo koma bara, þú veist, hælisleitindir og svo koma bótaþegarnir og svo, þú veist, og konurnar eru ég ætla ekki að gera lítið úr sko kvenfyrirlitningunni sem er algjörlega inngróin í þessar hreyfingar en hún er sko að því að hún er rosalega mikið og það er ótrúlega skrítið hvað er oft talað um maka og einhvern veginn svona kvenfyrirlitningunni er náttúrulega sleppt sem eitthvað svona kjarna en hún er svona core ideology, hún er algjörlega í kjarnan hjá þeim en þetta að vera alltaf að búa til óvinni og ráðast og tæta í sundur sko andstöðuna með því að byrja strax á bara svona jaðarhópum þetta er bara alltaf eins og þó að fólki finnist það eitthvað voðalega óþægilegt að bera saman sko nasistana og Trump þá er það samt þannig að þú veist, þeir eru búin að reka þarna alveg viðurstyggilega búðir þeir eru að reyna að tæma landi sitt af svona þeir sem eru útlendingar þeir eru fjármagnaðir af af auðugum og þeir eru búin að bara, þú veist, að bá strók út öll mörk milli löggjafans og milli framkvæmdavaldsins og milli forsetavaldsins sem er reynda svolítið samofið, sem er auðvitað samofið þarna og dómsvaldsins þannig að þú veist, það getur vel verið að fólki finnist eitthvað voðalega óþægilegt að bera þetta saman en þú veist þetta er bara þú veist fasismi er aðferð til valda þetta er ekki eitthvað svona mjög fastmótu hugmyndafræðin, hún á alls konar hluti sameiginlega, þú veist þetta hypermasculinity, þú veist þetta að hata til dæmis af einhverju furðulega ástæðu, þá hata er alltaf sko nútíma arkitektur, leggja rosa mikið upp í því, þessi sko ofboðslega valdmannslega en samt kjánalega estetik og sjá náttúrulega fortíðar þrána hér sem mjög sterkt element sko. Já, og þessi svo in-group, out-group þú veist, þannig að þetta er alveg raunveruleg hætta og það er alveg raunveruleg hætta að sko svona gremjuflokkar og þetta byggir alltaf á gremju ég veit ekki hvort að sko fyrir hvað stendur miðflokkurinn annað en að verja það að vera reiður yfir ykkur gremju og stóra sterka kraftaverka leiðtogan, náðarvaldi sem Weber skrifaði og allt þetta og skaparðu upplausn á þau boða ekki neitt nema afturhald og gremju þetta er bara, þú veist, þetta er endalaust tala með þessi miskilin íslenskan er undir árás kerfið, þú veist, fjölmiðlarnir fílað á ekki, þú veist, þetta er bara hreyfing fólks sem hefur ekki tilfinningagreind og það er bara það sem hún býður upp á það er bara í hvers skipti sem eitthvað gerist þá bara mæta þeir og þeir bara hræra upp í gremjunni og ég meina, og svo eru viðbröðinu þetta hinum megin að segja já, fólk er ósælega hrættu að vera kallaði rasistar og jú, fólk hefur áhyggjur af þessu þannig að þau fara að adressa umkvörtunarefnin eins og þetta sé raunverulegt af því að það virkar á fólk sem að þú veist, getur tekið einhverjum sönsum það eina sem það gerir er að auka vinsaldi miðflokksins vegna þess að þú ert búin að færa gremjuna þeirra inn í miðju stjórnmáluna Gerendur þykjast þolendur, ég meina, þetta er náttúrulega, þú veist, ég er ekki að segja þetta því að þetta sé ekki alveglegt, en þetta er náttúrulega bara kjánaleg hreyfing, þetta er bara kjánalegu flokkur og það er ótrúlegt hvernig einhvern veginn
þú veist, stjórnmálin fann að snúast í kringum þetta í staðin fyrir að það eina sem svona fólk skilur eru reglur og mörk. En þú skilur við okkur, við þurfum vist að slíta spjallinu, en þú skilur við okkur á þeim stað að þér finnst raunverulega hætt á því að það sé að flæða peningar til þess að hafa áhrif á þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst hvort Íslendingar segja já eða nei og miðflokkurinn kunni að vera í hópi flokka og fyrirbæra hér í þessu landi sem sækir sér mögulega að einhverju leyti styrk. Já, ég myndi segja frekar ég skilji við ykkur þannig að það sé nokkuð ljóst á fréttaflutningi undanfarið og viðbröðunum og viðbragðsleysinu að það er ekkert mál að koma hérna með erlent fé og hafa áhrif á kosningar. Já, og við þurfum að vera vakandi fyrir þessu. Já. Og halda því á lofti í umræðinni. Já, einmitt. Og nú höfum við ekkert rætt bara hvað hægt að hafa mikil áhrif á kosningar með algoritmiskum bellibröðum. Já, menn það eru líka þetta erlend áhrif. Það eru þetta líka. Þannig að en það eru þetta flóknara mál og sem betur fyrir orðin svona einhver umræðu það þurfa að því að þetta er náttúrulega ekki hlutlaus vettvangur þessir samfélagsmiðlar. Nei. Við þurfum að vera vel vakandi. Já. Kæra þakkir, Atli Þór Fandal. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, nýr kapli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.